Jæja, komið þið sæl. Ég ætla að fjalla hérna í þessum pistli mínum fjármál og ég ætla að byrja hérna á milljarði. Hvað fólk telur að milljarður sé? Jú, milljarður er fullt af peningum, það er fullt af fólki fullt af fyrirtækjum sem hagnast svo og svo mikið og svo marga milljarða. Ríkissjóður, hann veltir svo mörgum hundruðum milljarða. En vitið þið hvað milljarður er mikill? Ef við spáum í það, jú, það er 1 með 9 0 og það segir okkur svo sem ekki mikið þannig. En ef þú ættir milljarð og gæfir hverjum einasti Íslending með þér í þessu milljarðinu, þá væri það 3.125 krónur á hvern haus. Og margir segja núna, það er nú ekkert mikið, en safnast þegar saman kemur. Þetta væri 12.500 krónur á hverja 4 manna fjölskyldu. Sem að nú slatti. Svo ef við förum aðeins lengra með milljarðinn og tökum hérna tekjur í fjarskiptageiranum, það er sem sagt símafyrirtækin og fyrirtæki sem sjónum símana og sjónvarpið og það allt saman. Það eru 50,5 milljarðar, voru það í fyrra. Hvað segir þetta okkur 50,5 milljarðar? Jú, þetta er einhver 50 eitthvað. En þetta væri 157.813 krónur á hvern Íslending. Nú, á hverja 4 manna fjölskyldu, þá væri þetta 631.252 krónur á ári. Og það nú mikið orðið, þá þetta orðið mikið af peningum. Nú ef við tökum annað hérna, það er samanlagður hagnaður bankana. Það eru 65 milljarðar sem væri þá 203.125 krónur á hvern Íslending. Eða 812.500 krónur fyrir hverja 4 manna fjölskyldu. Og ef við förum aftur í milljarðinn, þá það ef að einhverjum með 250.000 króna mánaðarlaun, þá það 4.000 mánaðarlaun. Það 333 ár sem það tæki að vinna inn fyrir milljarðinn. Ef viðkomandi væri með 500.000, þá það alltaf 2.000 mánaðarlaun. 166 ár sem að það tæki. Svo milljarðurinn nú dálítið stór tala í. Þegar við förum að velta því fyrir okkur. Ég hef aðeins verið að skoða þetta, bæði svona mál og ríkisfjármál, lífeyrissjóðina. Hérna kemur nú listi útgjöld ríkisins 559.693 milljónir. Það þýðir að það 77 krónur og 44 aura á hvern jarðarbúa. Eða 1.749.041 króna á hvern Íslending. Sem að rekstur ríkissjóðs og hagnaður útgerðana, hann 80 milljarðar. Það 11 krónur og 7 aurar á hvern jarðarbúa. Eða 250.000 krónur á hvern Íslending. Það væri 1.000.000.
á hverja 4 manna fjölskyldu. Þurfum við nú ekki aðeins að fara að velta þessu fyrir okkur. Spá í það, hvað er að gerast í samfélaginu, hvernig þessu öllu skipt, hvernig er farið með peningana. Það er ekki smávegis verið svona að plata okkur svolítið í þessu öllu saman. Hvernig þessu er skipt. Nú það var talað það í fréttunum í kvöld að tapið á 4 sparisjóðum hefði verið 165 milljarðar króna. Og það eru 515.625 krónur á hvern landsmann. Ég myndi alveg vilja hafa þetta í veskinu á mér. Það eru 2.062.500 krónur á 4 manna fjölskyldu. En þetta eru bara 165 milljarðar. Það eru orðum á 1 milljarð sem er ekkert mikill. En við þurfum að fara að vakna, gera kröfu og það sé farið að skipta þessu rétt. Eða það sé hægt að, það sé ekki verið að teikna einhvern ofsagróða hingað og þangað. Ég gerði nú á tímabili hérna miða, það var nú fyrir síðustu kosningar en mér langar að bregða einum hérna upp. Sem að sýnir það hvað við erum að borga í þróunarmál og alþjóða friðargæslu og varnarmál. Þetta er 1,7 milljarður rúmur, 1.719.300.000 krónur. Svo endaði þetta nú á því að segja svo kvartaði við tækjakaupum fyrir LSH. Er ekki rétt að því staldrið aðeins við og farið að skoða þessi mál. Fólk farið að skoða hvað er að vera í kringu sig og allar þessi ofsagróði sem að allstaðar á að vera. Ég ætla nú ekki að hafa þetta í lengra í bili. Kemur fleiri þættir þetta með peningamáli. En ég ætla að taka það fram hérna að tónlisti sem er spiluð undir er frá hljómsveitin Monotone. Hafið það besta leyfi að spila þetta Spotify og svolega gott að hafa tónlist undir þegar það verið að fjalla svona. En pælið þessu. Sjáum þið farið að skoða, velta þessu fyrir ykkur. Takk að sinni.